Já, komið þið sæl. Ég heilsa ykkur hérna úr Ólafsfjarðarkirkju. Í dag fyrsti sunnudagur í föstu og það í rauninni svolítið fallegu tími sem við förum inn í, siglum inn í núna og gefur okkur svolítið tækifæri til þess að fara svolítið inn á við. En við byrjum á því að signa okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn Guð, í mildi þinni gefur þú okkur meir en við höfum til unnið. Við biðjum þig, hjálpa okkur að vera góðgjörn eins og þú og gleðjast yfir því sem þú gefur öðrum. Þess biðjum við í nafni bróður okkar, Jesú Krists. Amen. Guðspjall dagsins úr Mattheusarguðspjalli. Þá sagði Pétur við hann: Við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá: Sannarlega segi ykkur, þegar Guð hefur endurnýjað allt og mannssonurinn situr í dýrðarhásæti sínu, munið þið sem fylgi mér einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, sakir nafns míns, munu fá allt 100-falt aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinir fyrstu verða síðastir og hinir síðustu verða fyrstir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þér
Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og Jesú Kristi. Í Guðspjalli dagsins segir að við yfirgáfum allt og fylgdum Jesú Kristi. Ekki nóg með að Jesú Kristur segir að með því að yfirgefa allt fái sá hinn sami það margfalt tilbaka. Einnig kemur talan 12 upp bæði hvað varðar hásæti og ættkvíslir. Hugsanlega hefði hann verið hissa á að sjá þann fjölda sem margfaldaði sig svo í framhaldi af þessu loforði. Ég get ímyndað mér að hann hafi ekki séð fyrir þá gríðarlegu fjölgun sem átt hefur sér stað á hnettinum. Að í hásætinu sætu þjóðarleiðtogar mishæfir til að leiða sínar ættkvíslir. Þegar að Pétur spurði hvað hann fengi tilbaka fyrir þá fórn að yfirgefa allt og alla sem að honum voru kærir, átti hann örugglega ekki eftir að sjá fyrir sér þessa fjölgun og frelsi sem átt hefur sér stað á lönd og líð. Já, ég segi herja því að það er skrítið að eiga ættingja og eignir í útlöndum sem að hægt hefur verið að heimsækja eða nota að vild þar til í febrúar 2020. Nú er ekki hoppað upp í næstu flugvél og ferðast að vild eða heimsóttir ættvinir nema hafa tíma til að vera í sóttkví. Margir eiga erfitt með þessa tálmanir eins og fram hefur komið í fréttum þar sem fólk er farið að mótmæla frelsissviptingu og þar sem þjóðir hafa verið settar í útgöngubann klukkan 9 á kvöldin. Í dag er svo komið að mannfólkið er orðið svo margt og þarfir mannfólksins svo miklar að smá saman fóru framleiðendur út í fjöldaframleiðslu á matvælum og magn unninna matvæla að aukast, skammtar að stækka. Fólk tók að færast fjær náttúrunni og inn í stórmarkaði þar sem allt fæst í stórum pakningum. Það næsta sem það kemst hreinni afurð er óblandaður matur. Fáir búa við þau forréttindi sem við á Íslandi búum við, þó margt sé að breytast hjá okkur líka. Bæir og sveitir að breytast, þar sem áður voru blómlegar sveitir eru nú fáir bæir í rekstri. Búin hafa breyst og nýjar áherslur eru komnar í rekstur þeirra. Þetta er umhugsunarvert, hérna má gjarna varpa inn spurningu Péturs, hvað fæ ég í staðinn fyrir að yfirgefa bú mitt? Þegar veiran braust út kom í ljós að þrátt fyrir mannfjölda var hægt að halda þjóðum í skefjum eins og fram hefur komið. En í kristni er Ísrael fyrirheitna landið, þar sem allt hófst og breyttist út heiminn. Með því að stjórna eins og áður hefur komið fram, má hægja á samfélögum. Við það breytist allt. Það sem áður var verður ekki aftur með sama móti. Nýjar hugmyndir hafa skotið upp kollinum, fólk og fyrirtæki hafa gert breytingar á vinnutilhögum sínum og nýjar áherslur hafa orðið til. Það er svo merkilegt að þegar fólk tekur ákvarðanir í lífinu eru þær oft vandlega skipulagðar. Stundum eru þær þó bara hugdetta eða hugarfóstur sem tekur á sig mynd. Því má spyrja sig, hvað fæ ég í staðinn, eins og Pétur spurði, fyrir að vera heima á þessum faraldri? Að taka ábyrgð á lífi sínu er það sem hver og einn gerir með því að huga að sínum sóttvörnum. Það getur það skila manneskjunni margfalt betri líðan og jafnvel betri veraldlegum auði, þó það sé ekki endilega raunin sem blasir við nú. Með bæn og hugleiðslu má ná tengslum við sjálfið og trausti á aðstæðum. Við stöldrum aðeins við og kíkjum inn á við, getum við oft snúið aðstæðum sem virðast vera algjörlega ófærar. Það þarf kannski bara að rétta út hendi eða að fá eyra til þess að tala í til að árangur náist. Þannig má snúa aðstæðum og líðan til betri vegar. Í dag er fyrsti sunnudagur í lönguföstu.
sem á rætur sínar að rekja til frumdagakristninnar og á sér hefð sem lifað hefur til dagsins í dag. Í kirkjuritinu frá 1. apríl 1971 er ágætis pistill föstuna. Fastan er ekki endilega fasta á mat og drykk, heldur er hún tími til að leita inn á við og tengjast trúarlífi sínu. Það taldist ákveðin endurnýjun í föstunni. Segja má að með tilkomu veirunnar skæðu hafi heimsbyggðin verið sett á föstu á öllum sviðum. Fólk hefur fært sig inn á við og margir hafa talað að þrátt fyrir þessa einangrun sem átt hefur sér stað, hefur tími sparast í mörgu. Til dæmis skutli á fundi og með börn í allskyns afþreyingu. Börn hafa foreldra sína nær sér með meiri tíma til að verja heima sem áður hafði jafnvel verið varið í bílnum. Í Vesturkirkjunni var langafasta einkenni hennar miðuðu við öskudag. Nafn þessa dags var dregið af atferli því sem fastan hófst á. Þeir sem höfðu framið alvarlegar syndir skyldu gera opinbera yfirbót. Yfirbótin hófst í iðrun, játningu og yfirbótarverkum. Yfirbótarmenn komu því til kirkju klæddir svokölluðum hærusekk og var aska borin í hár þeirra og augnabrúnir með orðunum: Adam og Eva voru rekin úr aldigarðinum Eden. Minnstu þess að þú ert duft og skalt til duftsins aftur hverfa. Til þess að styrkja þessa menn í yfirbót sinni og þeim til huggunar, gengust kennimenn einnig undir þessa ádreifingu öskunar. Ástæður föstunar voru margar, menn föstuðu af fúsum og frjálsum vilja. Oftast var fastan yfirbótaverk. Menn föstuðu til að styrkja bænalíf sitt, til að geta lagt eitthvað af mörkunum til fátækra, eða menn föstuðu til undirbúnings páskunum. Í dag er fyrsti sunnudagur í föstu eins og fram hefur komið. En er þó ekki öskudagur, heldur er þetta hinn svokallað forfasta, þar sem kirkjudagatalið hefur að geyma ákveðna hefð fyrir fjölda vikna og daga yfir árið sem miðað er við frá fornu fari og telst til hefða og venja. Það sem áður þótti sjálfsagt er almenningur ekki endilega meðvitaður í dag. Ég hvet ykkur til að nota föstutímann sem nú gengur í hönd og huga að trúarlífi ykkar. Nýta vel tímann af páskum til að kynnast þínu innra sjálfi, sem er svo dýrmætt og viturt. Hvað leggur þú til? Hverju breytir það og hvað er það sem breytir þínu lífi til frambúðar? Með góðri íhugun og bæn má finna svör sem við leitum að. Dýr sé Guði því hann elskar okkur alveg eins og við erum og veitir okkur kjark og styrk. Amen. Amen.
Jesú ég heyri enn á ný upp til Jerúsalem. Þá bið ég þig, tak mig með, svo oft hef ég lifað föstuna án þess að vera með. Sýn mér hverju mér ber að hafna, hvað ég þarf að neita mér vegna náunga míns. Kenn mér að biðja fyrir öllum mönnum sem eru í neyð og vanda. Leið mig að ég fylgi þér þessar þungbæru síðustu viku jarðlífs þíns. Lát mig jafnframt hafa hugfast að þetta leiðstu fyrir mig. Lát mig loks ná að vera svo nálægt krossi þínum að ég fái síðir að vera með þér í paradís, konungur minn og Guð minn. Amen. Og við skulum biðja bænina sem að Jesú kenndi okkur og fara með faðirvorið og segja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Að lokum vil ég þakka fyrir þessa stund hér í dag og óska ykkur öllum góðrar föstu og að þið fáið að njóta þess að stíga aðeins nær ykkur sjálfum og gefa ykkur smá hugmyndum hvað koma skal. Wow.